Það hefur ekki farið fram hjá mörgum íbúum Sauðárkróks að þýsk sjónvarpsstöð hefur tekið sér bólfestu á Kaffikrók við gerð raunveruleika þátta þar sem 4 kokkar frá Þýskalandi hafa verið að spreyta sig í matargerð. Stöðin tók veitingastæðin á leigu og hafa bæjarbúar verið hvattir með ýmsum hætti til að smakka á misframandi réttum. En hvað snýst þetta verkefni? It's about getting to know another country, going somewhere and to get to know the country through the food. Because that's, of course, very different, and that's something, people like to know. And here we had a lot of different things we don't know in Germany, like sheep heads or. Really? Don't you have that in Germany? No, I never saw that. We never tried that. We had the fermented shark. We had puffins. So all that was very strange for us, and of course for our cooks. Kokkarnir 4 hafa unnið til verðlauna fyrir hæfni sína í Þýskalandi og þykja mjög hæfileikaríkir. Þeir voru valdir til að spreyta sig í raunveruleika þáttunum í rekstri veitingastaðarins og má segja að það hafi verið frá A til Ö. Í þáttunum fylgst með öllu ferlinu, lífinu bæði á og utan veitingastaðarins. Já, þau bara birtust hérna í sumar og komu með þessa hugmynd að þau vildu fá að skoða hjá okkur og bara athuga hvort þetta væri staður sem við vildum prófa að setja upp veitingahús. Þau voru að leita sér að eldhúsi sem að væri ekki endilega í rekstri akkurat þegar það kæmu. Þannig að af því að Kaffikrókur hefur bara núna undanfarið verið bara með sumaropnun, en þá var það möguleiki. Þau óskuðu fyrst eftir Ólafshúsi, en við þorðum ekki taka neina sinns að það og enda eins gott að því að þetta búið að alveg yfirtaka húsið. Og þannig að það var bara byrjunin, þau birtust bara Og þau hafa verið hér síðustu 2 vikur bara alveg dag og nætur? Já, þau eru bara búin að vera hérna, ýmist í eldhúsinu eða einhvers staðar að ná sér einhver upplifun og upplifa Skagafjörð bara eins og hann og það er búið að gera helling í eldhúsinu, alls konar. Eru þau búin að gefa þér margar hugmyndir? Sko, þetta svolítið öðruvísi heldur en við erum að gera, þannig að þau eru búin að opna svolítið svona hugan hjá okkur. Þau eru búin að, það fullt af hugmyndum frá þeim og við sjáum kannski ekki að við nýtum þetta beint, en það margt mjög sniðugt sem að við eigum örugglega eftir að sækja í, hugmyndir. Well, we drove around a lot in Iceland. I think we went to about 15 different places, and in the end we decided for this one because on one hand it's one of the most beautiful places I think in Iceland we saw, and because of the people we met. We met very sympathetic people that were very open for this project. And they were, amazingly amazed about this project. So, in the end we decided it would be best to come here. What were you looking for, actually? We were looking for a town that was not too small, where you could meet people, where you get an impression of how life in Iceland is going on. So you could maybe meet a baker, you could meet a fisherman, you could meet the people working with the sheep and the horses. So to get an impression how life is going on, what is different here to Germany. And have you met those people here? Oh yes, we met them, and we have been here before 2 times in the summer to meet those people. And that was wonderful to meet very different people that were very open to this project, and that they were working together with us, taking us out for fishing, taking us out with the horses. That was great, wonderful. So you had some adventures before? We had a few adventures, before, so we knew what was coming. But with the filming, it was even better, I have to say, because you never know what's happening when you go for filming. But this time was really wonderful. Það sem kom sjónvarpsfólkinu hvað mest á óvart var hvað allir tóku vel í að vera með og tilbúnir að leyfa því að taka þátt í daglega lífinu í Skagafirði. We could just step into stores and supermarkets and bakeries and so on, and everybody was happy to see us and to show a factory of shrimps or how the fishermen are working. I never expected that, because in Germany it's very much, I don't want to be filmed and you have to have a permission for this and that was very spontaneous, and we like that very much. Fólk gat óskað eftir því að vera ekki myndað, en það var ekkert fyrir að biðja það. Fólk var bara til, því var alveg sama þó að tæki þátt í þessu verkefni og hafði bara, margir eins og segi, komu til þess að sýna þessu smá áhuga og virðingu. Þannig að, það voru bara allir til.
Og hvað hafa þau verið að bjóða upp á sem að kannski þið hafið ekki bjóðið upp? Þau eru að elda, þetta svona, ég veit ekki hvort þau að kalla svona fínni útgáfu af íslenska matnum, þetta svona meiri listaverk. Þetta mjög fallegu matur, mjög bragðgóðu matur. Sumir segja aðeins í minna magni en við erum vön hérna á króknum, en já, þetta bara svona, það svolítið meiri list í þessu heldur en kannski okkur. Og það kannski hluti sem að við, væri gaman að nýta sér aðeins, sjá hvernig þau eru að vinna. Nú tekur við eftirvinnsla á efninu en ætlunin að gera 2 þætti sem sýndir verða páskana í þýska sjónvarpinu ZDF. Fólk líka spennt fyrir að prófa og það líka spennt fyrir að taka þátt í þessu. Það eru sumir, komið bara því að það einhver að koma til okkar sem vill sýna okkur eitthvað og veitir okkur athygli, þannig að við verðum að vera með og taka þátt. Eitthvað eitt af matseðlum sem hefur vakið meiri undrun heldur en annað? Nei, kannski ekki meira, ekki sérstaklega, þetta svolítið öðruvísi. En við borðum til dæmis ekkert kaldar gúrkusúpur með hval. Það svona, þegar ég horfði á diskinn, þá var þetta frekar eins og mynd heldur en matur. En þetta borðaðist og þótti bara gott, þannig að þú hlakkar til að sjá útkomuna næstu páska? Já, það svona spurning hvort hlökkum til eða kvíðin fyrir, en já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt og gaman að sjá hvað allir eru bara til, leikskólabörni til dæmis, þau fengu þýskan mat og það var bara rosa gaman. Þannig að það alveg frá þeim og upp úr bara? Já, það allur aldrei búin að taka þátt, bara allan fjörð. Kannski búið að sjá einhverjum fræjum sem eiga eftir að vaksa upp? Já, hver veit.